Forseti Íslands, góðir landsmenn, innilega til hamingju með daginn. Það sannarlega tilefni til að gleðjast á þessum tímamótum þegar við fögnum 80 árum frá stofnun lýðveldisins, þann 17. júní 1944 á fæðingardegi Jóns Sigurðssonar. Ég vil byrja á að þakka sérstaklega Ingu-Rítu Šimonytė, forsætisráðherra Litáens, fyrir að koma til Íslands og fagna deginum með okkur, en 33 ár eru liðin frá því að Ísland viðurkenndi sjálfstæði Litáen fyrst allra ríkja og mikil vinátta hefur verið milli þjóðanna allar götur síðan. Prime Minister Šimonytė, welcome to Iceland. Your presence today is noted and highly appreciated. Góðir Íslendingar, það þurfti kjark og óbilandi trú á framtíðar möguleika íslensku þjóðarinnar til að berjast fyrir fullveldinu og stofnun lýðveldis í framhaldinu. Ísland hafði verið eitt fátækasta ríki Vestur-Evrópu og þeir voru til sem höfðu efasemdir að við gætum nokkuð tíman staðið undir sjálfstæðinu. Árið 1943 voru í tímaritinu The Norseman rifjuð upp orð Sir George Stuart Mackenzie sem ferðaðist til Íslands á fyrri hluta 19. aldar. Eftir Íslandsförina sagði George þessi: það væri móðgun við heilbrigða skynsemi að reyna aðra eins fásinnu eins og að gera Ísland að sjálfstæðu ríki, enda býr landið ekki yfir auðlindum af nokkru tagi. En tímarnir breyttust. Fásinnan sem ferðalangurinn skrifaði reyndist ekki meiri en svo þegar framliðu stundir að í dag stendur sjálfstætt og fullvalda Ísland hvað fremst meðal þjóða á alla helstu mælikvarða. Hver get betra búa en einmitt hér? Og ef við hefðum val það, hvenær í Íslandssögunni allri við mættum koma í heiminn til þess að eiga mesta möguleika á því að lifa hamingjusömu lífi, njóta langra ævidaga, stofna fjölskyldu, ala upp börn og fást við það í lífinu sem hugur okkar stæði til, engin vafi á að við myndum velja einmitt daginn í dag. Lýðveldissagan hefur einkennst af stórtækum framförum á öllum sviðum. Drifkraftar framfaranna hafa verið sjálfstæði okkar og fullveldi, lýðræðið, frelsi til orðs og æðis, menntun, sjálfbær nýting auðlind okkar, alþjóðasamvinna og síðast en ekki síst friður í okkar heimshluta. Á þessum grunni hefur íslenska þjóðin verið í stöðugri sókn til bættra lífskjara. Við njótum betri heilsu, hér meira jafnrétti, meira frelsi á öllum sviðum. Okkur hefur fjölgað, atvinnustarfsemin aldrei verið fjölbreyttari og innviðir samfélagsins, efnislegir og félagslegir, eru sterkir. Kaupmáttur landsmanna hefur vaxið ár frá ári. Og í dag hugsum við með þakklæti til horfinna kynslóða þeirra sem á undan fóru og lögðu grunn að samfélagi samtímans. Lýðveldisstofnunin átti rætur sínar í þeirri hugsjón að íslenskri þjóð myndi farnast best með því að taka í eigin hendur fulla ábyrgð á landsmálunum. Fullveldið var samið á friðsaman hátt og án átaka. Íbúafjöldi Danmerkur var 35-faldur á við Íslendinga sambandslaga samningur var gerður 1918. Á mælikvarða gildismats og hugsjóna sýndi Danmörk með samningnum stærð sem mun fjölmennari og landmeiri ríki eru fram á þennan dag ófær það vitna vopnuð átök í okkar heimshluta þar sem reynt að neita aflsmunar og árás gerð á fullveldi og sjálfsákvörðunarrétt þjóðar. En fullveldi Íslands var einungis áfangi á langri leið. Alnafni minn spurði í aðdraganda lýðveldisstofnunarinnar: myndi sá bóndi telja sig að fullu frjálsan sem ekki mætti hafa skipti við nágranna sína nema fyrir milligöngu óðalsbónda á fjarlægri jörð, eða öllu heldur vinnumanna hans
og yrði að hafa einhverja þessa vinnumanna með í för ef hann skrippi í kaupstað og engin viðskipti hefðu lögformlegt gildi nema óðalsbóndinn samþykkti. Slíku frelsi myndi engin bóndi una til lengdar. Auðvitað þættu þessi kjör betri en algjör þrældómur, en honum myndi þykja það furðulegt ef honum væri sagt að nú væri frelsisbaráttu hans lokið. Í maí 1944 tóku svo yfir 98% Íslendinga þátt í þjóðaratkvæðagreiðslu að segja upp sambandslagasamningi við Dani og setja nýja stjórnarskrá. Lýðveldi var stofnað, yfirgnæfandi meirihluti vildi stofnun lýðveldis og nýja stjórnarskrá. Aðdragandinn var málafylgja, kraftmikil rökræða og loks var slaufa bundin málið með lýðræðislegum kosningum. Þessa skulum við minnast þegar við tökum ákvarðanir sem varða framtíð landsins í dag. Það má alveg leyfa sér að hugsa til þess hvaða augum verður litið á það sem við tökum nú ákvarðanir af þeim sem hér munu safna saman að 80 árum liðnum. Í okkar heimshluta eru vaxandi áhyggjur af lýðræðinu, neikvæðum áhrifum samfélagsmiðla, teiknir aukna skautun, netárásir og undirróðursöfl láta til sín taka, þau skeita engu framtíð landsmanna. Hraði í samskiptum hefur aukist með eindæmum og athyglin styst að sama marki. Upphrópanir og skilaboð í stuttum myndskeiðum eru áberandi en eiga erfitt með að rúma dýpt flóknari mála. Falsfréttir flæða netheima í harðri samkeppni við sannleikann og oft skortir gagnrýna hugsun til að greina þar á milli. Málefnaleg umræða sem lýðræðinu nauðsynleg á víða í vök að verjast og við skulum vera minnug þess að gæði skoðanaskipta og gæði ákvarðana þjóðinni til heilla haldast iðulega í hendur. Það sem við höfum að verja í þessu öllu saman nokkuð sem hefur fylgt okkur frá landnámi, sjálft lýðræðið. Fátt verðmætara fyrir okkur en að viðhalda getunni til málefnalegra, opinna skoðanaskipta og svo sameiginlegrar ákvarðanatöku. Lýðræðið sverð okkar og skjöldur gegn hvers konar ytri og innri ógn, fjöregg þjóðarinnar. Tökum höndum saman að viðhalda og verja ávallt getuna til að skiptast á skoðunum á opinn og hreinskiptinn hátt. Gætu þess einnig að láta ekki ólík viðhorf og nýjar áskoranir jafnvel draga úr okkur kjarkinn til frjálsra skoðanaskipta og til að taka ákvarðanir fyrir framtíðina. Jóhannes Nordal var maður sem lifði með öldinni og fylgdist með þróun lýðveldisins allt frá upphafi. Hann hlustaði á lýðveldishátíðina 17. júní 1944 frá höfuðstöðvum breska útvarpsins í London, þá tvítugur námsmaður, milli þess að loftvarnaviðvaranir glumdu yfir borginni. Í grein hálfum áratug síðar lýsti Jóhannes þýðingu lýðræðisins ágætlega þegar hann sagði: Vér sem nú lifum höfum fengið að reyna hve þunn sú skel siðmenningar sem skilur jafnvel hinnar menntuðustu þjóðir frá fullkominni villimennsku. Þau verðmæti sem vér metum mest kunna því að verða fótum troðin áður en varir ef slakað á þeim kröfum frjálsa stjórnarhætti og virðingu fyrir lögum, þekkingu og mannréttindum sem vestrænt lýðræði hvílir á. Hann taldi að frjálsri menningu stafaði hætta úr tveimur áttum, annars vegar ógnun þeirra sem þykjast hafa höndlað sannleikann og eru reiðubúnir að fórna flestu til að þröngva öðrum undir sitt vald, og svo frá hinum sem eru svo frjálslyndir að þeir telja ekki rétt að berjast gegn hinu illa af fullri einurð og án afdráttar. Þessi orð eiga jafnvel við nú þegar ráðist með herafli að þeim gildum sem við höfum að verja. Í okkar heimsálfu heyja Rússar blóðugt innrásarstríð
jafnt á eiginlegum vígvelli og á sviði upplýsingahernaðar, falsfrétta og áróðurs, þar sem við sjáum hinar myrku hliðar nýrrar tækni. Slíkri framgöngu og slíkum tilburðum þarf að mæta af festu og það er frumskylda okkar að huga enn betur að eigin vörnum og styðja við varnir bandamanna okkar, rétt eins og við treystum á að þeir gerðu væri á okkur ráðist. Það fer vel saman að vera friðelskandi þjóð og verja þau gildi sem tilvist okkar sem sjálfstæðrar þjóðar grundvallast á. Góðir landsmenn, það helst í hendur við áttræðisafmæli lýðveldisins að í dag er jafnlangt síðan Sveinn Björnsson var kjörinn fyrsti forseti Íslands og síðan þá höfum við kosið í lýðræðislegum kosningum. Með okkur situr nú hæstvirtur 7. forseti Íslands sem senn lætur af störfum og ég vil nota tækifærið og færa honum bestu þakkir fyrir störf í þágu lands og þjóðar. Í sumar tekur við 7. forseti lýðveldisins, Halla Tómasdóttir, og við óskum henni öll velfarnaðar. Það var ánægjulegt að sjá ríka þátttöku í nýafstöðnum forsetakosningum en hún er sannur mælikvarði á styrk lýðræðisins og vilja til þátttöku. En styrkur okkar liggur víðar en í lýðræðinu. Við Íslendingar erum svo lánsöm að eiga auðugan menningararf. Íslendingasögurnar og íslenskar bókmenntir eiga ríkan þátt í sjálfsmynd þjóðarinnar. Íslenskan er lykillinn að þeim auðafum. Á eftir mun kórinn flytja þjóðhátíðarljóð skáldsins Huldu sem vann til verðlauna sumarið 1944 í tilefni af stofnun lýðveldisins. Í mínum huga blasir svarið við þegar spurt er hver á sér fegra föðurland með fjöll og dal og bláan sand með norður ljósa bjarma band og björk og lind í hlíð. Og hún heldur áfram með friðsæl bíli, ljós og ljóð svo langt frá heimsins vígaslóð. Geim drottin okkar dýraland er duna jarðarstríð. Góðir landsmenn, verum meðvituð að í ákveðnum skilningi erum við sannarlega ekki svo langt frá heimsins vígaslóð og vorum það raunar ekki heldur þegar ljóð Huldu var ort. Á ófriðartímum er rík ástæða til að standa keik saman og sameinast það sem við getum verið stolt af. Í tilefni lýðveldisafmælisins höfum við leitað fanga víða í íslenskum menningararfi. Bókin Fjallkonan, þú ert móðir vor kær, er gjöf til Íslendinga á afmælisárinu. Fjallkonan er tákngervingur Íslands sem minnir okkur á sögu lands og þjóðar og hvetur til samheldni og hvetur til friðar. Hún minnir okkur á þá baráttu sem háð var fyrir fullveldi og sjálfstæði Íslands og færði okkur það samfélag sem við þekkjum í dag. Menningararfi okkar Íslendinga tilheyra gersemar sem eru í eigu erlendra safna og hvíla venjulega á erlendri grund. Í tilefni hátíðarhaldanna hefur Þjóðminjasafn Skotlands í Edinborg lánað lögréttu tjöldin svokölluðu hingað til lands og þau eru nú til sýnis í Þjóðminjasafninu. Veggtjöldin voru notuð í lögréttuhúsinu og Alþingi á Þingvöllum og er yngra tjaldið talið vera frá seinni hluta 17. aldar eða fyrri hluta 18. aldar. Hátíðardagskrá hefur verið bæði í þjóðgarðinum nú helgina og tókst vel til í blíðskaparveðri og hátíðardagskrá verður á Hrafnseyri við Arnarfjörð í tilefni afmælisársins. Glæsilegt merki 80 ára lýðveldisafmælisins sem ég er nú með hérna í barminum á mér eftir Sigurð Oddsson prýðir fána, nælur, bækur og ýmsan varning sem gefin hefur verið út í tilefni tímamótana. Kórar víða land hafa æft nýtt þjóðhátíðarlag Atla Ingólfssonar tónskáls við ljóðið Ávarp fjallkonunnar eftir Þórarin Eldjárn ásamt fleiri ættjarðarlögum. Ég hvet fólk til að leggja sérstaklega við hlustir.
Kórastarfið skrautfjöður í hatt okkar Íslendinga. Frjáls félagasamtök leika ávallt stórt hlutverk 17. júní og í dag verður engin breyting á. Ég vil þakka þeim sem gera hátíðarhöldunum hátt undir höfði, sérstaklega fyrir óeigingjarnt og mikilvægt starf. Góðir landsmenn, íslenska þjóðin sýnir best úr hverju hún gerð við erfiðar aðstæður. Þegar heimabær á 4.000 landsmanna eða 1% þjóðarinnar öflugt samfélag þar sem fólk hefur notið þess að búa, starfa og alast upp ógnað af jarðeldum sem engu eira, þá stöndum við öll sem eitt með bæjarbúum. Fólk finnur stuðning í þjóð sinni. Kæra íslenska þjóð, vel tókst því fólki upp sem fylgdi hugsjónum sínum og lagði á sig að vinna að fullveldi Íslands og síðar lýðveldi. Þau auðnuspor skiluðu okkur fróum jarðvegi sem hefur farsællega tekist að rækta. Tækifæri hafa opnast, við höfum nýtt þau, þau hafa gefið okkur gjöfult og gott samfélag og þau blasa enn við. Í tilefni þess njótum við dagsins, göngum saman út í sumarið, veifum fánum, setjum upp merkin, verum stolt af þeirri sögu sem sameinar okkur og styrkir. Það fyllir okkur stolti að lítum farin veg, huga að öllu því sem þjóðin hefur áorkað á 80 árum, við skulum gleðjast og við skulum fagna. Á morgun heldur starf okkar áfram við að gera enn betur fyrir framtíðar kynslóðir. Ég óska okkur öllum til hamingju með 80 ára afmælið.